14 mánaða kyrrstöðu stýrivaxta lauk í dag með 0,25% stiga lækkun. Ákvörðunin er tekin í trausti þess að meira jafnvægi sé að komast á efnahagslífið. Hermenn Ísraels og Hezbollah háðu skotbardaga í suðurhluta Líbanon í dag. Aukin spenna í þessum heimshluta hefur áhrif víða heim, meðal annars í Danmörku og Svíþjóð. Víðtækar rafmagnstruflanir urðu á landinu í dag þegar mikið högg kom á dreifikerfi Landsnets. Bilunin hafði áhrif á rúmlega 15.000 heimili og fyrirtæki. Alltaf 400 umsækjendur alþjóðlega vernd geta búið í J-húsinu á meðan þeir bíða afgreiðslu sinna mála. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir það hagkvæmara en að dreifa fólkinu á nokkra staði. Kleppur fékk nýverið leiðsauka þegar hundurinn Kjarkur mætti til starfa. Hann er 3. hundurinn sem kemur þangað daglega í þeim tilgangi að gleðja fólk og knúsa það. Komiði sæl. Innrás Ísraels í suðurhluta Líbanon hélt áfram í dag og mættust herir Ísraela og Hezbollah í skotbardögum. Samhliða gerðu Ísraelar sprengjuárásir á úthverfi Beirút. Ísraelskir hermenn fikruðu sig aðeins lengra en í Líbanon í nótt og í dag. Herinn skipaði íbúum fleiri þorpa að hafa sig á brott til að lenda ekki inn í átökum. Íbúum 25 þorpa hafði þegar verið skipað að flýja. Hermenn stríðandi fylkinga höfðu ekki enn mæst frá innrásinni í gærnótt, en í nótt mættust þeir í skotbardögum. Nokkuð mannfall varð á báða bóga. Ísraelar héldu svo sprengjuárásum áfram í höfuðborginni Beirút, þar sem þeir segja Hezbollah samtökin hafa höfuðstöðvar sínar. Í Dayek-hverfi hafa flestir íbúar flúið og fáir aðrir eru á ferli en fjölmiðlamenn frá öllum heimshornum sem komnir eru til að berja eyðilegginguna augum. Í Ísrael eru einnig skemmdir. Íranir gerðu stórfellda eldflaugaárás á landið í gær, en Ísraelar og bandamenn þeirra grönduðu nær öllum þeim tæplega 200 eldflaugum sem skotið var á loft. Ísraelsk stjórnvöld heita hefndum. Í Teheran í Íran var árásum gærdagsins bæði fagnað og ekki. 100% این اتفاق میفته و خب نگرانیش برای خیلی مسائله. چون من تنها چیزی که دیشب بهش فکر می‌کردم جوونا بودن. Aukafundur var haldinn í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar spennu. Þar tók aðalframkvæmdastjórinn til máls, en fyrr í dag bönnuðu ísraelsk stjórnvöld honum að koma nokkuð tíman aftur til landsins. Ísraelum fannst hann ekki hafa fordæmt árásir Írana nægilega, nokkuð sem hann leiðrétti á fundunum. I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel. Í allri þessari ringulreið kann blóðbaðið á Gaza að gleymast. Ísraels her gerði sprengjuárásir þar í nótt og drap nærri 100 manns, þar af ríflega 50 í Khan Yunis. Ólgan í þessum heimshluta hefur áhrif víðar. Sprenginga varð vart við ísraelska sendiráðið í Kaupmannahöfn í nótt. 3 ungir Svíar voru handteknir og grunur leikur á að handsprengjur hafi verið sprengtar. Så kan vi ikke med sikkerhed sige, om ambassaden har eller ikke har været målet for de sprængninger. Det er stadigvæk en del af vores efterforskning og vores undersøgelser at afdække motivet. Og í Stokkólmi hófu menn skotríð við sendiráð Ísraela. Heimildir sænska ríkisútvarpsins herma að Foxtrot, ein stærstu glæpasamtök Svíþjóðar, hafi skipulagt árásirnar í borgunum tveimur, að beiðni Írana. Loksins kynni einhver að segja tíðindi dagsins. Eftir rúmlega 3,5 árs linnulaust vaxta hækkunarferli ákvað peningastefnunefnd Seðlabankans að lækka vexti. Skrefið smátt úr 9,25% í 9%, en samt má tala tímamót sem margir hafa kallað eftir í langan tíma. Þetta einhver tilraunastarfsemi eða einhver annað? Ég mun ekki orða þannig, en orða þannig að við höfum ákveðið að taka varfæringskref, leggja á þarna sko djúpið með vonum það að þetta sé að ganga okkur í hag. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að hann væri ekki ósáttur við að farið hefði verið varlega af stað. Formaður VR, Ragnar Þór Ingólfsson, segir þetta allt of lítið og of seint. Seðlabankastjóri segir að allir hagvísar bendi í þá átt að árangur sé að nást í baráttunni við verðbólguna. Þannig að við teljum 25 púnta lækkun sé ágætis byrjun, þannig. Og síðan verðum við bara að sjá hvað
hvað þannig gerir sko. Vextir íbúðalána viðskiptabankana hafi verið hækkaðir á undanförnum vikum, jafn mikið og stýrivaxtalækkun dagsins eða meira. Á næstunni má þó búast við að bankarnir tilkynni lækkun á vöxtum, einkum óverðtryggðum. En annars séð ættu þó vextir að lækka yfir hann línuna. Þrátt fyrir vaxtalækkun dagsins telur Ásgeir ekki hægt að segja nákvæmlega hvernig framhaldi verði. Mikill kraftur hafi verið í íslensku efnahagslífi. Þessi vaxtalækkun núna bara tekin í því trausti að við sem að feta okkur frá þessari stöðu yfir í meira jafnvægi. Nú Benedikt Sigurðsson fréttamaður, þú ert staddur við höfuðstöðvar Landsbankans í Reykjavík. Já, það má búast við því að það sé hægt að tala ákveðin vatnaskil í dag, ekki satt? Jú, ég held að sé alveg ótt að tala ákveðin vatnaskil, en þetta eitthvað sem að margir hafa beðið eftir mjög lengi. Seðlabankastjóri sagði það í morgun að nú væri verið að leggja á djúpið, en kannski svona í ljósi þess hversu lítil þessi lækkun þá er ljóst að hann á töluverða leið fyrir höndum, en þessi lækkun stýrivaxta hún kom einhverjum á óvart og nokkrum það ekki satt? Jú, þessi ákvörðun kom okkur á óvart. Við höfum spáð því að þau myndu vilja bíða aðeins og þá vorum við að byggja það á þeim orðum sem höfðu áður fallið að það þyrfti að sýna varkárni. Vissulega var þetta lítil hækkun og því má segja ákveðin varkárni fólgin í því, en þau komu líka inn á það í síðustu fundargerð að aukna tilfærslur frá hinu opinbera gætu gert það að verkum að það yrði svolítið erfitt að hemja eftirspurn og slíkt gæti náttúrulega skapað þenslu seinna meir. Og þessi hjöðnun sem við sjáum núna á verðbólgunni úr 6,3 í 5,4 á 2 mánuðum má að mjög miklu leyti rekja til tilfærslna frá hinu opinbera, þá í formi þess að skólamáltíðir eru nú gjaldfrjálsar og afnám einstakra skólagjalda. Og þetta hefur gert það verkum að verðbólga búin að hjaðna og þá töldum við líklegt að þau myndu vilja bíða og sjá hvaða áhrif þetta myndi hafa til framtíðar áður en þau færu í þetta lækkunarferli. Heyrðist þér á fundurum í morgun að Seðlabankinn væri að gefa einhvern ádrátt það að vaxtalækkanir myndu halda áfram á komandi mánuðum? Já, ég held að það megi nú alveg gera ráð fyrir því að vaxtalækkanir munu halda áfram. Við höfum bara hreinlega rangt fyrir okkur í þessari spá. Þau horfa hreinlega á aðra þættir sem að benda til þess að hagkerfið sé vissulega að kólna. Við vorum með samdrátt hérna á fyrstu 2 ársfjórðungum. Það er búið að draga verulega úr verðbólgu, þannig að þau líta svo bara á sem svo að núna sé rétti tímapunkturinn, en ég held engu að síður að það verði tekin tiltölulega lítil skref því að þau eru ennþá að leggja mikla áherslu á varkárni. Árum í dag, lítil skref hugsanlega framundan, en við bíðum og sjáum hvað verður á komandi mánuðum og misserum. Látum þessu lokið hér í kvöld. Takk fyrir það Benedikt Sigurðsson við höfuðstöðvar Landsbankans niður í bæ, en þá förum við að allt öðru. Rúmlega 15.000 heimil og fyrirtæki á Norður- og Austurlandi urðu rafmagnslaus eða fyrir verulegum rafmagnstruflunum í dag þegar mikið högg kom á dreifikerfi Landsnets. Rafbúnaður og heimilistæki skemmdust og gæti tjónið hlaupið á tugum eða hundruðum milljóna króna. Já, það kom upp atvik í álverinu hjá Norðuráli í Hvalfirði sem gerði það að verkum að það kom högg á flutningskerfið. Það réði ekki við þetta álag. Byggðalínan frá Hvalfirðinum og norður það veik og það gerði það að verkum að það varð rafmagnslaust á stórum hluta landsins. Rafmagn fór víða af á Norðausturlandi og þá voru umtalsverðar rafmagnstruflanir allt frá Glerárskógum á Vesturlandi að Austurlandi og Suðausturlandi. Einnig urðu rafmagnstruflanir í öðrum landslutum. Fyrstu tilkynningar bárust klukkan 12 og tókum 2 klukkustundir að koma kerfinu í lag. Það gekk í raun og veru bara mjög vel. Það fór smá tími í greiningar en við vorum fljóta að ná tökum á þessu og byrja að byggja kerfið upp aftur og smátt þá týndum við inn þessa bæi sem voru rafmagnslausir. Fréttastofu hafa borist ábendingar skemmdir á heimilistækjum og þá eru einnig dæmum að ljósaperur hafi byrjað að blikka og bakarófnar farið af stað. Á Mývatni myndaðist yfirspenna og raftæki hitnuðu þannig að það rauk úr þeim. Enn verið að leggja mat á tjón og fólk hvatt til að tilkynna slíkt til Rarik. Steinunn segir að dreifikerfið sé sumstaðar orðið gamalt og þess vegna hafi þetta haft mismikil áhrif eftir landslutum. Já, á þessu svæði sem var rafmagnslaust eða frá Hvalfirðinum og norður, þá erum við með 50 ára gamla byggðalínu
sem komin á tíma og við erum að vinna í að byggja nýja kynslóð og mögulega, og við viljum meina að ef að ný kynslóð byggðalínu hefði verið komin þá hefðum við ekki lent í þessari stöðu í dag. Og að enn öðru, eldfjallafræðingur telur líkur á að hraun geti runnið yfir fyrirhugaða flugvallarstæði í Hvassahrauni á því svæði sem starfshópur innviðaráðherra leggur til að verði tekið frá. Nú skýrsla starfshópsins, hún var kynnt í gær. Nægilega stórt gos getur komið hrauni hann inn á þetta svæði og það alveg rétt. Það er ekkert útilokað. Þrátt fyrir að skýrslan hafi dregist næstum 2 ár var kostnaður við gerð hennar undir áætlun. Í stað 200 milljóna áætlaður kostnaður 170 milljónir. Mögulegt flugvallarsvæði í Hvassahrauni að mestu utan skilgreindra eldstöðvakerfa og líkur á gosopnun eru hverfandi. En verði gos í eldstöðvakerfi Krýsuvíkur sem þarna næst, eru aftur á móti líkur á að það geti farið undir hraun. Líklegustu sviðsmyndirnar eru taldar að vera lítið gos eða meðalstórt gos með stutt rennsli og þá gætum helmingur svæðisins farið undir hraun. Nú þriðja sviðsmyndin meðalstórt gos með langt rennsli en allt athugunarsvæðið getur lent undir slíku hrauni. Samkvæmt mati Veðurstofunnar þriðja og dekksta sviðsmyndin jafnframt sú ólíklegasta. Athygli vekur að skýrsla Veðurstofunnar frá í mars í fyrra, áður en eldsumbrotin hófust við Grindavík. En engin hraunhermun var gerð sérstaklega fyrir Hvassahraun eftir það. Viðauki vegna eldgosa á Sundhnúksgígaröðinni frá í byrjun maí eða fyrir síðasta gos sem var jafnframt það langstærsta eða 15 ferkílómetrar. Það sem kemur óvart í þessu hversu lítið hugsað hugsanleg áhrif af eldvirknarsvæðinu og eldgosum, sérstaklega hraungosum, fyrir þá þetta svæði. Flugvallarstæði sjálft á hrauni og ef að hraun hefur farið yfir þetta flugvallarstæði á einu tíma, þá alveg jafnvel líkur á því að það gerist aftur. Mörg af þessum hraunum sem þarna hafa náð niður á sjó. Líkurnar á að slíkt geti gerst aftur eru verulega háar, sérstaklega með tilliti þess að við erum komin inn í nýtt eldgosatímabil. Væri hægt að reisa flugvöll með varnargarða allt í kring? Sjálfsögðu, það er hægt að gera varnargarða eða leiðargarða hvar sem En þá kemur hins spurningin, vilt þú vera að lenda á flugvelli þar sem að eldgos í gangi nokkra kílómetra frá með öllu sem því fylgir, bæði gasmengun og gjóskufalli jafnvel og síðan hraunflæði í hringinn í kringum flugvöllin, þó svo sé þetta beinunum frá. JL-húsinu í Vesturbæ Reykjavíkur verður breytt í búsetuúrræði fyrir allt að 400 flóttamenn. Gert ráð fyrir að fyrsti hópurinn flytji inn fyrir áramót. Þetta sögufræga hús, JL-húsið, á 6 hæðum, hefur gegnt ýmsum hlutverkum gegnum tíðina. Það stendur nú autt, það verið að gera og græja og hreinsa allt út að því þarna munu hátt í 400 umsækjendur alþjóðlega vernd búa á meðan þeir bíða afgreiðslu sinna mála. Þetta ekki alveg orðið tilbúið. Nei. Það vantar fataskápa og hugulegt borð og svo framvegis. En hér þetta svona kannski svolítið dæmigert herbyggi. Hvað væri pláss fyrir marga hér? Það vel pláss fyrir, það var þegar það var sem mest. Þá voru kannski 6 í svona herbyggi en ég á freka vona við að verða ekki nema 4. Það ekki gott að vera með ómarga í svona rými. Tekið verður á móti einstaklingum, pörum og fjölskyldum. Vonast til að fyrsti hópurinn geti flutt inn fyrir jól. Já, þetta svona dæmi önnur rými þar sem þetta svona stærra og við getum séð fyrir okkur að hér séu fjölskyldur, já. Hér séu börn og foreldrar. Og þá hefur bæði meira pláss og þetta verður svona líkara bara íbúð. Og nú þetta fólk í viðkvæmri stöðu. Hvernig náðu þið að tryggja öryggið þeirra þegar svona margir koma saman í einu og sama húsnæðinu? Það gert með aðgangsstýringum á allar hæðir. Þeir sem að búa á 4. hæðinni hafa einungis aðgang á 4. hæðinni. Þeir sem að búa hér hafa einungis aðgang á þessari hæð, þannig að við reynum að tryggja það að það sé ekki blöndun. Ekkert samráð var haft við íbúa hverfisins. Flóttafólk bjó áður í hluta hússins áður en fyrrum eigandi fékk lögbann á búsetuna og Unnur segir að þá hafi aldrei verið kvartað. Hún segir þetta fyrirkomulag mun hagkvæmara en að dreifa búsetu á marga staði og þá verði auðveldara að veita fólkinu þjónustu. Hérna getur fólk sest niður og komið og fengið sér kaffi og blanda geði. Hér verður okkar fólk sem hérna að þjónusta íbúðuna, verður með aðstöðu hér og öryggisverðirnir. Þannig að þetta bara býður upp á mjög mikla möguleika.
Varaforsetaefni stóru flokkana tveggja í komandi forsetakosningum í Bandaríkjunum mættust í kappræðum í gærkvöld. Samskipti þeirra þóttu svo settleg að tekið var eftir. Þeir J.D. Vance og Tim Walz beindu spjótum sínum að forseta frambjóðendurum sjálfum, Donald Trump og Kamala Harris, frekar en hvor að öðrum. Átakalínurnar voru þó skýrar. Ógnin við lýðræðið var ofarlega á baugi. You yourself have said there's no First Amendment right to misinformation. Kamala Harris wants to use the power of government and big tech to silence people from speaking their minds. That is a threat to democracy that will long outlive this present political moment. I would like Democrats and Republicans to both reject censorship. Let's persuade one another. Let's argue about ideas, and then let's come together afterwards. You can't yell fire in a crowded theater. That's the test. That's the Supreme Court test. Tim, fire in a crowded theater. You guys wanted to kick people off of Facebook for saying that toddlers shouldn't wear masks. Þungunarof kom einnig til tals eins og svo gjarnan þar vestra. I want us as a Republican Party to be pro-family in the fullest sense of the word. I want us to support fertility treatments. I want us to make it easier for moms to afford to have babies. I want it to make it easier for young families to afford a home so they can afford a place to raise that family. And I think there's so much that we can do. We have seen maternal mortality skyrocket in Texas, outpacing many other countries in the world. This is about healthcare. In Minnesota, we are ranked first in healthcare for a reason. We trust women, we trust doctors. Undanfarin ár hafa markast af mikilli heift í stjórnmálum í Bandaríkjunum. Það hvað hins vegar við ögn annan tón í gær. I will tell you this, that when this is over, we need to shake hands this election, and the winner needs to be the winner. This has got to stop. It's tearing our country apart. I hope that we win, and I think we're going to win. But if Tim Walz is the next vice president, he'll have my prayers, he'll have my best wishes, and he'll have my help whenever he wants it. 3 hundar leggja sitt af mörkum í geðheilbrigðismálum, mæta daglega á Klepp og á geðdeild í þeim tilgangi að gleðja fólk og knúsa það. Framtakið hefur gefið afar góða raun. Hann ansi sætur nýjasti liðsauki Landspítalans, hann Kjarkur litli 10 vikna. Og vinnufélagar hans eru ekki minna sætir en þau hafa til dæmis það hlutverk að knúsa. Og gera það sannarlega vel. Ógeðslega bara forvitin hundur. Hann svolítið smeykur ennþá óöruggur, ennþá allt svo ógeðslega nýtt. En hann líka mjög hugrakkur og farin að hoppa úr sófum og svona þó að hann megi það ekki. Svo það Kappi 4 ára og Freyja 11 ára sem sér að allir hagi sér. Hundarnir vinna hefðbundin 8 tíma vinnudag í iðjuþjálfun á Kleppi og Kjarkur mætir líka á geðdeild 32A á Hringbraut. Og þeir eru að sjálfsögðu með nafnspjöld sem staðfesta að þeir starfi þar. Það eiga allir sameiginlegt þó þeir séu smá ólíkir, en þeir eiga allir sameiginlegt að vera bara í núinu og hjálpa fólki svolítið bara að gera það líka. Það væsir sannarlega ekki hvuttana sem fá ekki bara ógrynni á knúsi, heldur líka að spretta úr spori oft á dag. Rosa mikið stuð síðan að Kjarkur kom og leika sér mikið og hlaupa Freyja hefur starfað á Kleppi alla sína hundstíð í 11 ár og svo heppilega vill til að á þeim tíma hefur aðeins 2 verið kvartað undan ofnæmi. Ávallt tekið tillit til þess ef fólk vill síður vera innan hundana, en það hefur nánast aldrei gerst. Fólkinu líður vel með hundunum og sækir í að koma og sérstaklega til þess að fá þeirra nærveru. Landspítalinn svo sannarlega heppinn með þessa starfsmenn. En í Kastljósi kvöldsins þá verður fjallað menntamálin, en hávær umræða hefur verið undanfarið stöðuna í skólakerfinu, skort á samræmdu námsmati og slakan árangur í PISA-könnun. Til að ræða þessi mál koma þau í Kastljós Ásmundur Einar Daðarsson, mennta- og barnamálaráðherra, og Þórunn Sif Böðvarsdóttir, grunnskólakennari. Í lok þáttarins úkraínsk kvikmyndagerðarkona heimsótt, en hún skrásetti daglegt líf á Ásbrú, þar sem hún dvaldi í 2 ár eftir að innrás var gerð í heimalandið. En þessu næst það að sjálfsögðu veðrið. Það hefur verið skýjað að mestu leyti á landinu í dag og úrkoma á köflum sérstaklega vestan til á landinu. Hitatölur hafa þó verið með ágætum og fór hiti hæst í rúm 13 stig á Fáskrúðsfirði. Veðrið á eftir að taka breytingum þegar líður á morgundaginn og verður norðaustlæg átt ríkjandi næstu daga með þurru og björtu veðri víða land. En það Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, sem fer nánar yfir horfur næstu daga.
að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Og Hareide valdi í dag 23 leikmenn fyrir næstu 2 leiki karlalandsliðsins í fótbolta í þjóðadeild UEFA. Hann lítið hrifinn af gervigrasvæðingunni þegar kemur að þróun ungra varnarmanna. And I think it's more difficult to breed a defender on the AstroTurf. Keppni hófst nú áðan í úrvalsdeild kvenna í handbolta að loknu landsleikjahléi. Haukar og Grótta riðu á vaðið á Ásvöllum. Og 2 leikjum lokið í dag í meistaradeild Evrópu í fótbolta. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Og þessu næst ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. 14 mánaða kyrrstöðu stýrivaxta lauk í dag með 0,25% stiga lækkun. Hagfræðingur telur frekari lækkana að vænta á næstu misserum. Hermenn Ísraels og Hezbollah háðu skotbardaga í suðurhluta Líbanon í dag. Aukin spenna í þessum heimshluta hefur áhrif víða heim, meðal annars í Danmörku og Svíþjóð. Víðtækar rafmagnstruflanir urðu á landinu í dag þegar mikið högg kom á dreifikerfi Landsnets. Bilunin hafði áhrif á rúmlega 15.000 heimili og fyrirtæki. Allt að 400 umsækjendur alþjóðlega vernd geta búið í JL-húsinu á meðan þeir bíða afgreiðslu sinna mála. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir það hagkvæmara en að dreifa fólkinu á nokkra staði. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Saga sjálf áhugavert, ég finna 7 pappar á 7 árum. Það skrifa sér nánast sjálft, 7 pappar á 7 árum. Já, það segir sér nánast sjálft. Bækur og viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasyni og gestum hans. Mér finnst Reykjavík fallegasti staður á Íslandi. Jálfurni? Já, mér finnst það. Sinfóníukvöld í sjónvarpinu, upptaka frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu. Louis Theroux, forboðnu Bandaríkin. Breskir heimildaþættir þar sem Louis Theroux snýr aftur til Bandaríkjanna til að kanna áhrif internetsins og samfélagsmiðla á fólk í umdeildustu kimum samfélagsins. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni og Garðabæ. Hagkaup. Ísland og Ítalía dansa saman í ferskum rjómakendum mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matagerð.